9 hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna hópárásar á skemmtistað við Bankastræti í Reykjavík í fyrrakvöld. Yfir 20 er enn leitað en talið að 2 hið minnsta hafi þegar flúið land. Katarar segja hinsegið fólk velkomið á HM í fótbolta svo framarlega sem það sýni ekki atlot á almannafæri. Forseti FIFA lýsti stuðningi við minnihlutahópa í morgun í óvenjulegu ávarpi. Samkomulag virðist í höfnum sérstakan loftslagsbótasjóð fyrir fátækari ríki. Utanríkisráðherra Þýskalands segir Evrópu þó ekki samþykkja neitt sem sé á svig við fyrri markmið í loftslagsmálum. Reykjavíkurborg ætlar að taka á móti 1500 flóttamönnum á næsta ári. Borgin varð í dag fyrsta sveitarfélagið til þess að skrifa undir samning samræmda móttöku flóttafólks. Þótt rúm vika sé í fyrsta dag aðventu eru jólasveinar og jólakötturinn komnir á kreik. Borgarstjóri tendraði ljósin á Kisa síðdegis eftir að hafa fellt 11 metra hátt óslóatré morguninn. Gott kvöld. 2 menn sem grunaðir aðild að hópárásinni á skemmtistað í miðbæ Reykjavíkur á fimmtudagskvöld eru farnir úr landi. Enn ríflega 20 manns leitað. 9 hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald, síðast 4 undir kvöld. 3 voru stungnir af hópi manna sem ruddist inn á skemmtistaðinn Bankastræti klöpplaust fyrir miðnætti í fyrrakvöld. Hópurinn taldi hátt í 30 manns sem allir voru dökkklæddir með grímu fyrir vitum sér. Búið að handtaka 14 úr þeirra hópi, flesta karlmenn og 2 konur. Yfir 20 enn leitað en lögregla telur sig vita hverjir þeir eru. 5 voru úrskurðaðir í 1 og 2 vikna gæsluvarðhaldi í gær. 4 til viðbótar voru leittir fyrir dómara seinnipartinn í dag þar sem þeir voru úrskurðaðir í 2 vikna gæsluvarðhald. Heimildir fréttastofu herma að minnstakosti 2 hinna grunuðu hafi flúið land. Lögregla hefur skorað á alla hlutaðeigandi að gefa sig fram en aðeins 1 tók þeirri áskorun. Þá vinnur lögregla því að fara í gegnum símagögn allra sem samkvæmt upplýsingum afar umfangsmikið verkefni. Mennirnir sem voru stungnir hafa sjálfir birt færslur á samfélagsmiðlum þar sem þeir segjast rólegir yfir atburðunum. Þá sögðu 2 þeirra í viðtali á FM 957 í dag að annar hefði verið stunginn 7 sinnum en liðið samt vel miðað við aðstæður eða eins og kóngi eins og hann orðaði það. Lögreglan segir góðan gangi í rannsókninni miðað við umfang hennar. Meðal þess sem verið að skoða hvort einhvers konar gengjastríð sé að ræða, en talið að íkveikja í 2 mótorhjólum við Álftamýri á miðvikudagskvöld tengist málinu. Íbúar þar í hverfinu sem fréttastofa ræddi við sögðu hjólin hafa staðið í ljósum logum og enn má sjá brunarústirnar á bílaplaninu. Leitað hefur verið til lögregluembætta utan höfuðborgarsvæðisins þar sem grunur leikur á að einhverjir þeirra sem lögreglan leitar hafi flúið úr borginni. Samningar virðast hafa náðst á loftslagsráðstefnunni í Egyptalandi stofnun sérstaks loftslagsbótasjóðs fyrir fátækari ríki. Enn á þó eftir að kynna lokasamkomulag ráðstefnunnar. Evrópuríkin eru hörð á að hvergi eigi að hvika frá markmiðum að draga úr hlýnun jarðar. Samningar virtust hanga á bláþræði þegar Evrópusambandið hafnaði í morgun tillögu Egypta útfærslu sérstaks loftslagsbótasjóðs fyrir fátækari ríki sem sambandið bauð óvænt í gærmorgun. The European Union wants a positive result, but we don't want a result at any price. We will not accept a result if it takes us back. We need to move forward, not backward. I think any accusations, whether we speak about backsliding or backtracking, I think there's always interpretations. En var þó vonum að samningar næðust og áfram var rætt saman. Síðdegis voru birt ný drög bótasjóðinn og héldu fjölmiðlar því þá fram að búið væri að ná samkomulagi þennan sjóð. Þetta staðhæfði reyndar umhverfis- og loftslagsráðherra Noregs. We proposed a text that is actually has just been accepted, so we now have a fund, yes. And so this fund, I mean, what will it mean? Will it be targeted at the most vulnerable? The most vulnerable are mentioned specifically. It's also clear that it's part of a mosaic. Þetta hafa ekki allir verið tilbúnir að fullyrða. Evrópusambandið og ríki þess leggja áherslu á að ekkert verði samþykkt sem geri fyrri markmið að engu. Wenn jetzt hier Textvorschläge kursieren, die andeuten, wir bräuchten in den nächsten 10 Jahren unsere Ambitionen nicht zu steigern,
dann würde das 1,5-Grad-Ziel hier auf dieser Konferenz sterben. Und da macht die Europäische Union nicht mit. Svandís Svavarsdóttir, nýkomin frá Egyptalandi. Þetta eru nokkuð hörð orð sem að Anna-Lena Baerbock lét falla þarna á ráðstefnunni. Parísarsamkomulagið kannski í hættu? Sko við erum náttúrulega stödd á þessum stað akkurat núna í umræðinni og ég var rétt í þessu í samskipti við okkar samningamenn að það gæti verið að ná saman akkurat núna og þá skiptir auðvitað mjög miklu máli það að það náðist saman svona bótasjóð en leið skiptir auðvitað mjög miklu máli við kvikum ekki frá hámarkinu 1,5 gráðu og þetta jafnvægi sem að þarf að vera í textunum, þeir þurfa að vera skýrir en það sannarlega rétt að það hefur verið titringur mjög lengi í viðræðunum en það kynni að smella núna á næstu klukkutímum. Og þetta alltaf undir einhverju gríðarlega mikilli pressu. Ekki hægt á menn gerir mistök? Hægt á menn hverfi frá einhverju sem að þegar búið að samþykkja? Sko við höfum náttúrulega lagt áherslu á það við borðið og eins og önnur Evrópuríki og ríki sem við viljum bera okkur saman við að grunnurinn á að vera Glasgow. Við eigum ekki að fara aftur fyrir Glasgow. Grunnurinn á að vera þar og við eigum að síðan að sækja fram á grundvelli þess. Við erum farin að sjá svo mikil tjón og alvarlegar afleiðingar hlýnunar jarðar og breytingar af völdum loftslagsáhrifa ekki bara í Pakistan og Nígeríu og víða heim heldur erum við farin að sjá þetta hér þannig að eftir því sem að við drögum lappirnar á heimsvísu í því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda verða þessi vandamál stærri og minna viðráðanleg þannig að við þurfum alltaf að hugsa báða endana ekki bara tjónin sem við horfumst í augu við heldur líka að draga úr losun á árangri þar. Örstutt í lokin, þurfa Íslendingar að taka sér tak og ganga lengra? Íslendingar eiga að vera í forystu. Íslendingar eiga að vera forysturíki í loftslagsmálum. Við höfum tækifæri til þess, við höfum alla möguleika til þess og ef að Ísland getur það ekki, þá getur það enginn. Svandís Svavarsdóttir, takk fyrir að koma hingað í beina útsendingu til okkar. Og við höldum okkur í Arabaheiminum því að Katari, sem rætt var við, segir að hingað séu allir velkomnir á meðan þeir virði menningu Katara. Hann vill til dæmis ekki að samkynhneigðir haldist í hendur og almannafæri. Forseti FIFA lýsti í dag yfir stuðningi við hinsegin fólk og aðra minnihlutahópa. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Með þessum ummælum vildi Infantino lýsa yfir stuðningi við þessa hópa en líka Katara sem halda mótið og hann taldi að hefðu orðið fyrir óverðskuldaðri gagnrýni. Samkynhneigð hefur alltaf verið ólögleg í Katar enda flestir íbúar landsins strangtrúaðir múslimar. Katarar hafa þó hingað til sagt að hinsegin fólk sé velkomið á heimsmeistaramótið. أنا يعني كشخص مسلم وعربي ما أحب أشوف ولا في فندق ولا في الشارع. تمام؟ نعم. إنما يعني في الشارع بالنسبة لي شيء يعني غير مرغوب فيه. But do you think gay is haram? It's haram. Because why is haram? I am not one big Muslim, but it's haram why? Because it's damaging the mind. Og þegar blaðamaður reyndi að panta hótel fyrir sig og manninn sinn, var það hægt með skilyrðum. As long as it will nothing in the public. Okay. Þetta var almennt viðkvæðið. Meðan á heimsmeistaramótinu í fótbolta stendur hinsegin fólk velkomið og meðan það heldur kynhneigð sinni fyrir sig. Búist við alltaf 4.500 flóttamönnum hingað til lands á næsta ári. Reykjavíkurborg ætlar að taka við 1.500 manns. Reykjavík fyrsta sveitarfélag landsins til þess að skrifa undir samning samræmda móttöku flóttafólks. Samningurinn snýst að tryggja flóttafólki samfellda og jafna þjónustu óháð því hvaðan það kemur og í hvaða sveitarfélagi það býr. Hann gildir út árið 2023 og byggir á tilraunaverkefni til 1 árs. Með þessum samningi erum við í rauninni komin með miklu betri ramma utan það hvernig við tökum á móti fólki. Fyrri samningur ríkis við Reykjavíkurborg kvað á móttöku 500 flóttamanna á ári. Með þessu þrefaldast sú tala en borgarstjóri bindur vonir við að fleiri sveitarfélög taki þátt.
2.857 hafa fengið vernd á þessu ári. Úkraínumenn eru þar langflestir eða 1875. 728 umsóknir alþjóðlega vernd hafa ekki verið afgreiddar. Vinnumálastofnun og Fjölmenningarsetur munu aðstoða sveitarfélög við að framfylgja samningunum. Gert ráð fyrir að ríkið veiti 700 milljónum í samræmda móttöku flóttafólks á næsta ári. Ráðherra á von á að skrifa undir fleiri samninga á næstunni. Reykjavík eru fyrst og svo vonandi sjáum við sem flest fylgja á eftir. Búist við að allt að 4.500 leiti hingað til lands á næsta ári og þriðjungur þeirra fari til Reykjavíkur. Borgarstjóri segir húsnæði erfiðasta verkefnið en það verði leyst í samvinnu við ríkið. Síðar eigi eftir að finna út hvernig skuli haga stuðningi við börn á flótta innan skólakerfisins. Forstöðukona Fjölmenningarseturs telur líklegt að fjölga þurfi stöðugildum með auknum verkefnum. Setrið mun meðal annars velja til hvaða sveitarfélaga flóttafólk fer og sinna ráðgjöf og fræðslu til sveitarfélaga. Við erum þeim inn á hendi. Þessi sérfræðingur sem þarf að búa til út allt land og þeim sem eru kannski að taka á móti flóttafólk í fyrstu sinn, það er við Fjölmenningarsetur sem stendur þeim nær og styðji þeim áfram. So, já. Kim Jong-un, leiðtogi Norður-Kóreu, var viðstaddur ásamt dóttur sinni þegar langdrægri eldflaug var skotið á lofti í gær. Ríkissjónvarp Norður-Kóreu birti í morgun myndir af Kim og dóttur hans við eldflaugaskotið. Þetta er fyrsta opinbera staðfesting þess að Kim eigi barn. Kim fjölskyldan hefur ráðið ríkjum í Norður-Kóreu frá stofnun landsins 1948. Talið er að Kim Jong-un eigi 3 börn og að barnið á myndunum sé það næst elsta. Fjölmiðlar hafa ekki upplýst nafn stúlkunnar. Flaugin er nógu langdræg til þess að ná til Bandaríkjanna en hún lenti á hafsvæði í lögsögu Japans. Bæði Japanar og Bandaríkjamenn hafa fordæmt eldflaugaskotið. Dómari í San Jose í Kaliforníu dæmdi Elizabeth Holmes í 11 ára fangelsi fyrir fjársvik í gærkvöld. Hún blekkti fjárfesta til að leggja fé í framleiðslu á lækningatækjum sem reyndust ekki gera það gagn sem hún hélt fram. Holmes stofnaði fyrirtæki Theranos 2003 að hennar sögn utan framleiðslu á tækjum sem gætu greint margs konar kvilla og sjúkdóma með litlu blóðsýni. Þessi tækni myndi gjörbylta læknavísundum og leysa mun dýrari tæki af hólmi. Með þessu tókst Holmes að afla jafnvirði 1 milljarðs bandaríkjadala frá fjárfestum. Hún komst meðal annars í 110. sæti á lista Forbes yfir ríkasta fólk heims. Glass ceilings, I always say that next to every glass ceiling there's an iron lady. Wall Street Journal greindi frá því árið 2015 að tækin sem hún væri að framleiða virkuðu ekki sem skildi og prófanir færu fram í allt öðrum og viðurkenndum tækjum. Eftir það féll fræðarsól hennar og ríkidæmi hratt. Í janúar var hún dæmd fyrir fjársvik og blekkingar og fékk síðan 11 ára fangelsisdóm í gærkvöld. So what she did has some very real consequences beyond just stealing money from some rich people. I mean, she damaged a lot of lives, and that was kind of the message that he wanted to send, that it's not okay to do that. Holmes brást tárvot við dómnum, sagðist miður sín yfir mistökum sínum og að hún hefði brugðist svo mörgum. Hún er ófrísk og þarf því ekki að hefja afplánun fyrir í apríl. But she's going to be separated from both her 1-year-old son and this future child to be born that we don't know probably in the next couple months for a very long time. And that's a sad story for the children. Einbreiðum brúm á vegum landsins fækkar eina á næstunni þegar tvíbreið brú yfir Stóru Laxá í Hreppum verður tekin í notkun. Mótatimbur sem annars hefði verið hent nýtist í brúarsmíðina. Langa einbreiða brúin milli Skeiða og Gnúpverjahrepps og Hrunamannahrepps fær að standa og verður hún reiðstígur þegar hin nýja 145 metra langa verður klár. Gamla brúin er mjög illa farin þannig að það var alveg þörf á að setja nýja brú hérna. Ístak átti lægsta tilboði 792 milljónir króna í brúna og gerð vega í kring. Brúarsmiðirnir eru rétt tæplega 20 og fjölgar í næstu viku. Það gengur bara ágætlega núna. Við höfum þurft að bíða eftir samt efni að utan, legum og öðru sem við erum bara nýbúnir að fá. Eitt óvinnulegt er við smíðina. Það er þetta rauða. Þetta eru fjölnota brúarmót. Ef ekki þau fyrstu sem notuð eru hérlendis þá allavega í hópi þeirra fyrstu. Áður hefur timbuð verið notað í mót, mikið af timbri og hefur því öllu verið hent að lokinni smíði. Rauðumótin þýða minna kolefnisspor. Pólverjarnir í hópi brúarsmiðana hafa unnið með svona fjölnotamóti í Noregi. Við ætlum að reyna að steypa núna eftir 3 vikur. Hvað þurfa að koma margir steypubílar þennan dag? Ég hef ekki lagt á saman. Ég veit ekki, þetta eru 1200 rúmmetrar. Já.
Akkurat. Og það eru cirka 7,5 rúmmetrar í bíl. Hvenær verður umferð hleypt á? Það verður bara farið í svona loka frágang kringum brúna og svo bara í framhald af því hleypt á hana. Heldur það verði í vetur eða vor? Já, það gæti orðið í vetur en þá verður það svona bráðabirgðatenging bara. Legokubbar eru ekki bara til þess að leika sér með eins og sást á tækni- og hönnunarkeppninni First Lego League sem framfór í Háskólabíó í dag. 130 10–16 ára grunnskólanemendur víðs vegar að af landinu tóku þátt. Keppt var í forritun og hönnun og besta nýsköpunarverkefnið sem í ár snerust orkunýtingu og auðlindir jarðar. Þá var haldinn vélmenna kappleikur með þjörkum sem krakkarnir bjuggu sjálfir til. Út af hvað gengur keppnin? Að vinna saman og leysa þrautir með forritun og svo líka að búa til rannsóknarverkefni. Er mikilvægt að vinna saman að þessu? Já, það er best, það kemur best út. Við erum með að nýta orku hjá börnum til þess að framleiða rafmagn. Við erum að nota mottur, þannig að ef að krakkarnir stíga á þær, það framleiða rafmagn. Okkur langar að sitja í tröppunar í skólanum. Það framleiðir 20 sekúndur ljósi hvert skref, þannig að við getum alveg framleitt fyrir heila kennslustofu á dag. Göldróttur mjöður er væntanlegur á markað frá nýrri bruggverksmiðju á Hólmavík. Eigandinn segist vita ýmislegt hið yfirnáttúrulega enda alinn upp á galdraslóðum. Þetta er bjórverksmiðja sem er staðsett á Hólmavík á Ströndum. Og hér erum við að fara að búa til göldróttan mjöð. Hver er sérstæða brugghússins Galdurs? Sérstæðan byggir svolítið í þessum hefðum sem við erum strandamenn þekktir fyrir. Það eru galdrar og við höfum tröllatrú á göldrum. Og það er til dæmis leynileg galdraþula sem við förum með þegar við búum til bjóra og mismunandi eftir bjórum. Þar sem við erum að kalla fram ákveðna eiginleika sem við ætlum að leyfa fólki að njóta þegar það verður orðið tilbúin. Galdur er 2000 lítra bruggverksmiðja sem áður var í eigu Steðja. Hluthafar í Galdri eru 74 talsins, langflestir heimamenn á Ströndum. Stefnt er á að koma bjórunum, sem eru lýst sem auðdrekkanlegum lagerbjórum, í sölu miðjan desember. Hér erum við með fjanda, kukk, norð, myrkur og alls konar aðra bjóra sem við ætlum að framleiða þegar framlíða stundir. How would you describe the taste? Well, at the moment it's malty sweet because the fermentation is not ready. It will be a more malty Christmas beer. It's more on the malty side, not too much hops, a bit of licorice. Aðspurður galdraþuluna segist Finnur vilja halda henni leyndri en fullyrðir að fólk þurfi ekki að óttast að verða hneppt í álög. Þess má geta að ég er fæddur og uppalinn á Sandshóli þar sem einn mesti galdramaður Íslendingasögunnar var til staðar, Svanur galdramaður, sem er í öllum helstu Íslendingasögum. Þannig að ég veit ýmislegt galdra. Og slóðatréð sem standa á prýtt jólaljósum og Austurvelli í Reykjavík yfir hátíðarnar kemur alls ekki frá Ósló eins og undanfarin ár, heldur kemur það úr heiðmörkinni. Borgarstjóri hjá það í dag. Þetta er í 5. sinn sem þessi háttur er hafður á. Áður fyrir var jólatréð gjöf frá Ósló í Noregi til Reykjavíkur en kemur núna frá Skógræktarfélagi Reykjavíkur í heiðmörk til að minnka kolefnissporið. Ég get ekki farið í viðtal sko, ég er svo móður. Hvað er svona erfiðast við þetta samt? Það er lærin. Nei. Þetta er gríðarstórt og þungt. Þú hefur nú gert þetta nokkru sinnum áður? Já, ég er að vera komin í æfingu. En það sem er auðvitað langmest spennandi núna er að telja síðan ársringinu og aðtöga hvað það sé gamalt. Og mæla. Þetta eru 11. Þetta eftir að sóma sér vel. Og svo var að telja. Þetta er svona 35, myndi ég segja, frá því að það var gróðursett.
Tréð verður svo reist á Austurvelli og ljósum prýtt. Fyrstu aðventuhelgina þá munum við tendra ljós við Austurvöll. Skreytum hús með greinum grænum, la 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 la. Gleði ríkja skal í bænum, la 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 la. Borgarstjóri hafði ekki alveg lokið jólaverkefnunum þennan daginn. Síðdegis kveikti hann á ljósunum og jólakettinum á Lækjartorgi. Kveikja! Gleðilega aðventur! Það var ekki síður jólalegt að litast í Hafnarfirði, en ólíkt í Reykjavík þegar búið að kveikja ljósin á jólatrénu í jólaþorpinu á Thorsplanni. Þar geta gestir og gangandi gætt sér á ýmsu góðgæti og fundið fjölbreytta hönnun og handverk í jólapakkan. Veður suðaustan 5 til 15 metrar á morgun og skúrir, en yfirleitt þurrt á norður- og norðvesturlandi, hiti 2 til 8 stig. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem flytur okkur þær í kvöld. Heimsmeistaramót karla í fótbolta hefst í Katar á morgun. Okkar fólk komið til Doha og segir fréttir þaðan. Þórir Hergeirsson á leið í 11. úrslitaleikin á stórmóti í handbolta sem aðalþjálfari norska kvennalandsliðsins. Noregur mætir Danmörku í úrslitum EM. Íslenska karlalandsliðið fótbolta lék til úrslita í Eystrasaltsbikarnum í dag og riðust úrslit í vítaspyrnukeppni. Annars af ýmsu að taka í íþróttum dagsins sem verða á dagskrá hér að loknum fréttum. Helstu fréttir kvöldsins. Matvælaráðherra sagði í fréttatímanum brýnt að ekki verði bakkað með samkomulagi frá loftslagsráðstefnunni í Glasgow í fyrra. Ísland eigi að vera í forystu í loftslagsmálum. Vinna að samkomulagi á ráðstefnunni í Egyptalandi á lokametrunum. 9 hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna hópárásar og skemmtistað í Bankastræti í Reykjavík í fyrrakvöld. Yfir 20 enn leitað en talið að 2 hið minnsta hafi flúið land. Katarar segja hinsegin fólk velkomið á HM í fótbolta svo framalega sem það sýni ekki atlot á almannafæri. Forseti FIFA lýsti yfir stuðningi við minnihlutahópa í morgun í óvenjulegu ávarpi. Reykjavíkurborg ætlar að taka á móti 1500 flóttamönnum á næsta ári. Borgin varð í dag fyrsta sveitarfélagi til að skrifa undir samning samræmda móttöku flóttafólks. Þótt rúm vika sé í fyrsta dag aðventu eru jólasveinar og jólakötturinn komnir á kreik. Borgarstjóri tendraði ljósin á Kisa síðdegis eftir að hafa fellt 11 metra hátt úrslóatré morguninn. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn okkar vakir allan sólarhringinn, nýjar fréttir við hvað gerist, en þessum fréttatíma lokið og verið sæl.